þessum tíma á þriðjudegi værum við að hlusta á Crazy Bastard akkurat núna. En þar sem eru smá breytingar í dag í FM 95 Blö. Þeir ákváðu að svissa á hobbitarnir Pétur Jóhann Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson. Þannig að Sveppi Krull er ekki með mér þennan þriðjudaginn eins og flesta aðra. Heldur hann beint á móti mér Pétur Jóhann Sigfússon. Vertu velkominn á þriðjudegi, Pétur. Djöfull var þetta erfitt, blessaður, djöfull gaman að vera hérna maður. Það er ekki skrítið að vera á þriðjudegi. Þetta er alveg sami skítur í sömu skál. Já, er það ekki? Það er eitt drullu sama hvaða dagur er maður. Já, bara, það er komið sumar. Það er allir dagar eins. Allir dagar eins, allavega hjá mér. Já, og veðrinu. Það verðist allavega eins í allt sumar. Þetta skiptir engu drullu tussu máli. Það er slakaðu. Maður allir sultu slagir Já, það er allir pottslagir yfir þessu. Ekki? Já. Heldur að sé einhverja úti núna sem heyra röddina þín og hugsa með sér, herru, hvað er miðvikudagur? Nei, það er öllum, það er enginn að spá því. Það er enginn að hugsa út í þetta. Það er allir dagar eins maður. Já, það er allir dagar eins og, já, eins og ég sagði. Þeir byrja með sólarupprás. Já. Og kemur hádegi, síðdegi, kvöld, já, það verðist allavega, allir dagar allavega eins þetta sumarið. Já, já. Nei. Nú fer ég að vera pirraður. Ég þarf reyndar eitthvað svona stöðubolta eins og þig í dag til að hressa mig við. Já. Búin að sjá einhverja nokkra status á Facebook bara eftir í lagi með sólskinni hjarta. Sko, ég segi alltaf, sko. Weather doesn't matter. No. Weather doesn't matter. Ok. Þetta rýma næstu því. Weather doesn't matter. Ef þú tala, ef ég var á Jamaica, þá myndi þetta rýma. Já, ekki segja mér það bara með sólskinni hjarta, þá. Weather doesn't matter. Þetta skiptir það máli. Ég heldur að fólk er að verða svolítið pirrað á þessu. Er það ekki? Er það bara ég eða? Það var þess vegna sem að drottinn almáttugur fann upp reglífuna, kallið minn. Nei, þú veist, hvað er þetta maður? Hvað heldur ég að vera að ræða veður hér? Ég er ekki búin að keyra allavega og Hafnarfirði til að ræða veður. Það er hárrétt. Við erum að fara að ræða hér mikilvægari málefni. Sumarþingi er hafið og við ætlum að hringja í Sigmund Davíð og Bjarnar Benediktsson og heyri í þeim. Hvernig leggst sumarþingið í þá? Vonandi svaraðir. Opnunarræða eitthvað sem myndi Davíð í gerð og við ætlum svona aðeins að stinga á kýlum hér í dag. Já, Óta proppist hann nú bara senunni. Hann stál senunni maður. Heldur betur, við ætlum að ringja í hann. Nei, við ætlum ekki að ringja í neitt af þessu. Nei, við erum ekki að ringja í alþingismenn í þessu þætti. Það er aðrið þættir í því en við ætlum eins og að ringja í stigaganga. Það er þriðjudagsdagskrá hér hjá okkur Pétri. Með smá miðvikudagsífaði. Já, með smá miðvikudagsífaði. Þetta verður svona nettur grautur hjá okkur. Kannski hendum við í brandarahotn. Já, aldrei að vita og svo er náttúrulega líka. Ég geti hendi brandara bara núna. Nú, áttu bara endalaust að laga þetta. Bara ekki málið. Nú, hvað er þetta með? Ætlar ekki að spara þá fyrir getnina? Ég meina, mér er alveg sama. Ok. Ég er að fíbla til. Hvað ertu með? Þetta á fíblagang. Ég man engang. Jú, ég meina, hann er svo, tómatabrandarinn það, hefur ekki heyrt það? Nei. Nei, ég ætla ekki að segja hann er svo úkísluð mér. Nú, hvað? Hann særir bliðun ekkert. Nei, hvað er með hann? Getur ekki byrja á svona í þessum þætti, sko? Það voru þessu 5 tómatar að fara að labba yfir götu. Nú. 2 fremstu tómatarnir voru alveg heilbrigðir. Allt í lagi með þá, skilur. Já. Það voru bara eins og ég og þú. 2 næstu voru mállausir. Síðasti tómaturinn var alveg, hann vissi ekki í þennan heimni annan. Hann var alveg gjörsamlega farinn á líkama og sál. Já, alveg bara ónýtur tómatur. Gjörsamlega ónýtur tómatur. Þeir fóru yfir göttuna og labbi yfir göttuna í þeirri röð sem hér áður sagði. 2 fremstu heilbrigðir, 2 mállausir og eftir þeim og svo einn alveg gjörsamlega grænmeti, farinn bara síðastur. Já. Og þeir byrja að labba göttuna. Fremsti tómaturinn segir: Hei, wow! Passið ykkur! Bíll! Ha? Hvað? Þetta er brandarinn. Nei, ekki gera þetta. Er þetta brandarinn? Já. 2 fremstu býtu. Heilbrigðir. 2 næstu mállausir. Einn alveg vangjöfinn hérna. Labbaðu götu. Fremsti segir: Hei, wow, passið ykkur! Bíll! Farinn. Næsti segir, sem var heilbrigður: Hvað? Farinn. Mállausir. Og græmiti hérna aftan. Já, ég loði upp brandarandi. Það verður bara lag hér á ferðinni. Þeir eru með stilt á FM 957. Það er út á þátturinn FM 95 Blö. Og þetta lag, gott fólk, er búið að gera allt vitlaust gjörsamlega hér á Íslandi og alla Evrópu. Þetta er Eurovision framlag Dana þetta árið og þetta var sigurvegari líka þetta árið. Sko hann heitir? Er hún orðin það þekkt að... Þetta lag heitir Teardrops og er með dönsku söngkonunni hérna sem að var í Eurovision. Já, hvað heitir hún? Hún heitir
Það veit ég ekki. Emily DeForest. DeForest, já. Alveg rétt. Alveg rétt. Ég myndi að það var eitthvað gróðurtengt. Já. Það var, ég ætlaði að segja fjóla eða eitthvað svona. Akkurat. En þetta var Emily DeForest hér með Only Teardrops. Kæru hlustendur nær og fjær, ykkur er ekki til setuna boðið. Þið, eins og áður sagði, erum við stilt á FM 957. Sá sem þetta talar heitir Pétur Jóhann Sigfússon. Mig, Pétur Jóhann Sigfússon, langar til að segja eitt við þig, kæri hlustandi. Það er komið að slúðurpakka dagsins. Auðun Blöndal, slúðurkongur stöðvarinnar, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla að byrja slúðrið á mannesku eða söngkonu sem hefur nú ekki verið mikið í slúðurpakka FM 95 blöð. Skal engan undra, hún er 67 ára og heitir Cher. En hún er að fara að gefa út nýja plötu. Þessi stúlka, þessi kona, eldri kona. Og verður þetta fyrsta plata hennar Cher í 12 ár. Þegar frá hún gaf út plötuna með Do You Believe in Love After Love. Sem er frábært lag. Sem er frábært lag. Það gerði hún 55 ára. Já. Og sló í gegn. Þannig að það er vonandi fyrir aðdáendur hennar að þessi plata verði jafn öflug og svo síðast. Hún er 67 ára gömul, hún sér. 67 ára? Já. Og lítur út fyrir að vera, ég veit það ekki, ég held hún eigi heimsmet í lítið aðgerðin. Hún lítur út fyrir að vera svona fertug, hún er reynda búin að eyðileggja á sér andlit og líkama með þessu rugli sínu. Ég finnst hún alltaf eins og tvítugum að. Nei, fjandinn pissi. Cher? Já. Það sér ekki á henni. Kallinn er í stuðum, maður. Það er ekki bara tómatabrandarinn. Þetta var fyndið. Tómatabrandarinn, maður. Þú skildir hann ekki. En nú spyr ég, Pissi, nú ert þú, rúmlega fertugur og heldurðu að það séu margir að núti sem er að bíða eftir næstu plötu Cher? Heldur hún eftir að seljast? Já, reyndar. Já, ég held það. Á hún kannski ennþá fullt af aðdáendum? Ég held það, já. Því að sko aðdáendur hennar þegar hún var í Sonny and Cher, þegar hún er 20 til dæmis, það eru sko 47 ár síðan. Já. Þannig að það liðir ekkert að kaupa diska í dag held ég sem fílu hana þá. Nei, en það er ekki frekar langt síðan hún gaf út disk. Já, 12 ár. 12 ár, annars er það kallið minn. Já. En ég er ansið ræddur að fólk, einmitt, sem að hlustaði mikið á hana á þessum árum. Já. Það er að kaupa diskana núna líka, mann. Já, ég held að það sé bara hellingur að fara niður við móðuna miklu, sko. Ekki allir. Ekki allir, nei, ég veit það. En Jóskin alls íns besta, ekki það. Ég er ekkert að gera lítið úr Cher hérna. Bara borðlíkjand. Hún er legend. Þetta er borðlíkjand öðum. Já, það er rétt. Svo er það, leiðinda fréttir, allavega fyrir aðdáendur Dumb and Dumber eins og mig, að Warner Bros. Þeir hafa, hætt við að gera Dumb and Dumber 2. Það þýðir hins vegar ekki að... Hvað meinur þeir eru búin að gera þetta Dumb and Dumber? Já, Dumber and Dumber en nú átt að gera... Sem var gæðamynd? Nei, sem var viðbjöður. Nei. Jú. Og frábært. Ég labba út af henni í bíó. Já, ég bara skil ekki hvað... Ég labba ekki oft út af myndum. Ég labba út af henni. Hún var horfbjöður. En þeir hjá Warner Bros. Ég bara kannt ekki gott að með þetta. Voru að fara að gera núna alvöru framhald með Jim Carrey og Jeff Daniel og það áttu að vera þeir Farrelly-bræður, Peter og Bobby sem ætlu að leikstýra og skrifa handrit, en þeir voru eitthvað bakk út úr þessu núna og það er ömulegt að heyra en það þýr hins vegar ekki að myndin verði ekki veruleika því að það er verið að skoða önnur stúdíó en þeir þarna úti skilja ekki alveg af hverju Warner Bros. Er að hætta við Öruglega vegna þess að þeir ætla bara að gera aðra mynd með Dumb and Dumber er gæjanum Þeir voru geði ekki Ekki fannst þeirra gott í alvörunni Það var snilt Ekki bull Fannst þeirra gott í alvörunni Ekkert verður en hitt Nei, ég segir Og svo er það í dag Ég man ekki alveg hvernig Ég skildi ekki sögutráðin í henni Í Dumb and Dumber Það var ekki sögðu þetta bara viðbjöð Já, þessna sem ég skildi hann ekki Það var ekki Það var bara, ég þóldi hann ekki Ok, næsta mál Já, svo ætla ég bara að segja þetta í lokin á slúðupakkanum að í dag eru nákvæmlega 20 ár síðan að Jurassic Park kom út Já Ég finnst eins og það er nú bara gest fyrir svona góðum 7 árum Þetta er fljótt að líða maður 20 ár 20 ár síðan að Steven Spielberg hendi í Jurassic Park Þetta er fljótt að líða þetta Já, þetta er mjög fljótt að líða Og ég held reynda að séu komnar út með okkar í viðbót að Jurassic Park Ég sá nú bara fyrstu Ég er ekki orðnar 4 eða 5 Já Þannig að, við óskum bara Jurassic Park aðdáendur til hamingju með daginn Þetta var slúðupakki dagsins Það er bara ekkert rosalega mikið að gerast í slúðum Þetta var bara góðu pakki Já, Kim Kardashian Hann var frábær þessi bullandi Sýslandi beint frá Hollywood Áttu þú eitthvað slúður að það mér eða? Það er nú eitthvað að minna Ég man nú ekkert svona í svipin Nei, þannig að þú ert ekki með neitt Nei, hvað var það aftur að segja, heyrðum daginn? Nei,
Það var ekkert. Ekkert svoleiðis. Þá ætlum við að Því miður, kallinn minn. Nei, ekkert mál. Við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo höldum við áfram hér með fantafína dagskrá. Þetta verður blanda hjá okkur í dag af þriðjudags- og miðjudagsdagskrá. Og gæðamúsík. Og gæðamúsík, ekki gleyma henni. FM 957 kynir Shell bíladaga 2013 á Akureyri dagana 14. til 17. júní. Göturspyrna, drift, Auto X, Burnout og einn flottasta bílasýning landsins. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut Bílaklúbbs Akureyrar. Shell bíladagar að mörgum talin vera afsótið bílaáhugamannsins og verður FM 957 að sjálfsögðu á svæðinu. Sérstök græjukeppni mun fara fram á Shell-stöðinni við Hörgárbraut þar sem best útbúnu soundsystem bílar landsins etja kappi í beinni útsendingu á FM. Fylgstu vel með FM 957 vikunni þar sem þú getur unni miða á hátíðina og ef þú ert með staðgreiðslukort frá Shell eða orkulykil áttu möguleika því að vinna bensíninneign fyrir það eitt að svara nokkrum löguléttum spurningum. Þú getur líka átt heppnina með þér ef þú ert með Shell bíladaga límmiða í bílnuðinum því við munum leita uppi heppnu ökumenn fyrir norðan og gefa vinninga frá Shell. FM 957 hvetur alla þá sem að leggja leið sína á Shell bíladaga að flýta sér hægt og aka varlega. Shell bíladagar 2013 og FM 957. Ein stærsta leikjavörudeild landsins í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Hvað versta Eurovision-lag Íslendinga að mati Selmu Björnsdóttur? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í Leifgrandi Áskerpu. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 50 klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Welcome to the Google Intern Competition. Mix kynnir sumarsmellin í ár. I have an idea. The Internship. A photo. You put it out there on the line. Online? On the line. When you say on the line, you mean online? Yeah. Frumsýnd 12. júní. Samviskulausa freistingar. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM 957. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Það þriðjudagur, 11. júní. Pétur Jón Sigfússon og Auðun Blöndal með ykkur til 6 í dag. Þeir svissuðu á vöktum, hobbitarnir. Að fara að styttast í 17. júní. Pétur Jóhann í dag og Sveppa morgun. Já, það styttist í þjóðatíðardaginn okkar. Hann bara mánudaginn. Vil gert frí næsta mánudag. Ég elska frí í miðri viku. Er það ekki? Já, stytta svona vinnuvikuna. Það eitthvað svo kósið við það. Svo, sko, þú veist, ef 17. júní byttuð hann á mánudegi, það þýðir þá eiginlega að það er djambar á sunnudeginu líka. Já. Svona fyrir þess að allra hörðustu. Það er station helgi fyrir þá allra hörðustu. Það er nú ekki amalegt. Nei, bíladagar og Akureyri, er það ekki ekta þú, Pétur? Jú, það er ekta ég. Akkur þú ekki á leiðin til Akureyrar? Þú elskar bíla. Það getur vel verið það. Elskar að ferðast. Það getur vel verið að ég fari bara á Akureyri. Og elskar Norðurlandi. Þetta saminast allt bara í einni klessu að það næstu helgi. Fékkstu semmæ? Ég fekk semmæ. Já, fórum að kíkja, þegar þú þetta allt. Já. En þú hefur farið á bíladaga? Já, reyndar. Og er það skemmtileg? Ég hef ekki farið þetta. Já, það er langt síðan. Já. Það er mörg ár síðan. En hvað, er þetta menn þarna bara að sína nýju bílana sína og spinnur og... Spólandi ringi. Já, bara...
Bara á torginu. Hvað margar töfla? Fast and the Furious 6 í þetta er bíó. bara driftandi bara allan nóttina maður. Já. Þannig að, já, það er gaman sko. En svo götuspyrna og svo bílasýning og svona sko. Ok, hérna... Það er eitthvað fyrir alla. Það er eitthvað fyrir alla. Það styttist í brandarakeppnina sem hér eftir. En... Brandarakeppnina? Er það dísa það? Nei, af því að ég fekk sendan hérna brandara sér. Þú varst að segja á hann alveg skelfilegan tómatabrandara. Já, og svo sagði ég líka að sér... Eitthvað sér á báti. Sér á báti, já. Ég fekk sendan hérna brandara sér sem samt nett dónalegur. Ég veit ekki hvert ég að láta hann flakka. Jú, láta hann flakka. Hann var eins dónalegur en þinn. Þetta er bara upphittun fyrir, sko... Upphittun fyrir brandarakeppnina miklu sem eftir. Einu svona brandarakeppnin. Það steytist líka við hringjum í stigaganga og sturlaða staðreyndir en... ok, ég læt hann flakka maður. Af hverju var umboðsmaður sér rekinn? Af hverju var umboðsmaður sér... Rekinn. Rekinn? Sér... shit. Hann sér ekki neitt. Nei, hann... Bara af hverju var umboðsmaður sér rekinn? Já, því að hann veit ég ekki. Hann var alltaf að runga sér í vinnunni. Já, þessi var frábær maður. Þessi er ágættur. Hann var að runga sér. Já, nefnir, ekki verið endur taka þess að því. Runga sér í vinnunni. Þetta er nú ekki þroskaðist útastáttur landsins, FM 95 Blöð. Við kennum það, hættu þessu. Hvað meinur? Ég bara að þú sagði mér að hætta og segi þetta aftur. Já, ég veit það. En þú átt nú að vera pappinn inn í þetta. Þú ert elstur á okkur. Hvað segir þú? Þú ert elstur á okkur. Já, og hvað? Hvað þýðir það? Akkur á ég að vera þroskaðastur þá? Þú ert svona nettur pappi okkar. Já, en það er helst ekki í hendur. Að vera elstur og þroskaðastur? Nei. Ok, okkur ekki. Vegna, þetta er bara mismunandi eftir mannesku. Já, en það er einmitt það sem ég ætla að ræða þetta við þig. Því að samkvæmt einhverjari risakönnun að þá ná menn fullum þroska, það er að segja andlegum þroska, 43 ára og konur ná fullum andlegum þroska 32 ára. Þannig að það eru 11 ára á milli. Vá, og sem þýðir að ég er ekki ennþá búinn að ná hann. Nei, hvað ertu gammal? 41. Já, þú á 2 ára eftir bara í ruglunu. Svo ertu... Ég get lofa þér því að ég held áfram í ruglunu, sko. Ég hef eftir að taka ranga beygju þannig að ég er ekkert að fara að þroskast eitthvað. Eftir 2 ára, þá ertu búinn að ná fullum þroska. Fullum andlegum þroska? Já, þannig að þú ert ekkert að skammast þín fyrir að haga þér svo krakki næstu 2 ára. Hvað er andlegur þroski? Ég veit það ekki. En það er svona að hugsa rökrétt? Bara vera að koma besta borga reikninga. Já, við erum nú farnir að borga reikninga bara nú þroskast síðustu 10 ár. Ég nú hefur leitt að forðast það að borga reikninga. Já, en það er svo sem ekkert með þroska að gera. Nísku kannski frekar. Já, níska sko. En það eru 11 ára á það milli. Hvað er konaðin gömul? Nóna til dæmis? Hún segir hún? Hvað segir hún? Ég veit ekki. Veist ekki hvað konaðin er gömul? Jú, hún er, hvað er núna? Hvað ár er núna? 2013? Já. Hann er 23 ára. Nei, hún er... Já, hún er 13 ára þegar þið byrjuð saman, Nei, hún er hérna, hvað, þú veist, Veistu það ekki? Jú, hún er fætt 80 Já, eins og ég, 33 árinu Já, þannig að hún ætti að vera búin að fullum þroska, 33 ára Hvað ég vona að hún hafi ekki verið að hlusta á hana Ég er alveg búin að klúðra lífið minni En andlegu þroski er náttúrulega bara, ég kaupið þetta ekki Nei, þú ert ekki að kaupa þetta, það var bara einhver könnun sem ég ætlaði að segja hérna frá Þú eru bæði búin að segja brandarinn sér og Vonandi, þú veist, þegar maður verður 33 ára og maður er að sitja á fundi og maður getur bara hort í augun á manneskunni og segja, heyrðu, ég er búinn að ná andlegum þroska hér. Þroska? Þú getur ekki eins og tala. Nei, ég veit að það. Ég er búinn að ná andlegum þroska. The Smoke Jumpers með Alone Again. Gammalt lag með Heart þarna. Alone. Mér finnst nú flottara með Heart en þetta er ágætisútgáfa einhverjum. Já, þetta er bara mjög gott. Nei, ekki? Jú. Ég var að tróða það upp í mig þannig. Já, Pétur er hér með keks og kaffi. Ég fann hérna ballerina keks hérna á frammi hérna. Já, með súkkulaðina hérna á milli. Já. Það er gott. Ok. Nei, góður, takk samt. En það hérna, veistu hvað við erum að fara að gera í dag? Kallinn eitthvað að kötta sig. Ertu að segja þessi fettur það? Nei, mér langar bara ekki. Af hverju vildi ekki geta keks þá? Ballerina keks. Ertu að segja þessi fettur? Ég fæ mig kannski eftir. Já, ekki máli. En það er bara svona sniðugt að borða svona þegar lögin er í gangi. Já, ég veit, þetta er bara miklu styttra lag heldur en ég hef. Kannski þegga hjá þér eftir. En hérna, já, það er sumarleikur FM 957. Hann er í fullum gangi. Summertime. And the living is easy. Og við eigum að velja nýtt orð. Ég og þú núna. Við eigum að velja eitthvað, já, sko, svo hringjum við eftir.
Hringjum klukkan, bara segjum, rúmlega 5. Já. Og við erum að velja orð og... Ég með það. Sá sem við hringjum í, þetta má vera orðið að setning, hann þarf að segja þetta þegar hann svarar til þess að fá vinninga. Og það er sko, ég er að skoða þetta núna orðin sem eru búin að vera. Og það eru hérna hver á hana bústað, já eða nei, ég veit ekki hvernig datt þá, svo vitleysa í hug og svo fróðuti sko. Þetta er búið að vera hálfdapurt, við þurfum að koma með eitthvað skemmtilegt núna. Þetta er setningarna, hver á hana bústað. Já, það má vera setning eða orð. Það má vera setning. Já, svo ringjum við eftir, það eru geggjaðar vinningar í þessu, þetta eru pizzavillu frá Wilson, Krabbís, flöskuborð og English Pub, Markið er að gefa gjafabréf, mánaðarbyrður á Coca Puffs og ég veit ekki hvað, LG sími frá LG. Já. Fatabakki, Jójó, Ísveisla, Durex gjafakvara. Durex gjafakvara? Já, það er nú ekki leiðilegt að eiga það. Nei, völdklass mánaðarkort. Sérstaklega ef maður er blöðmasín. Í barasta kostbúk. Ég lægir með þig. Shit, ég fekk óþægindar hótt. Herðu, kallinn bara við smokkakörfu bara. Þetta er leiðilega. Jæja, gamla, þú ert komin hérna í reyri í Garðabænum og kallinn bara með smokkakörfu maður. Ég var að vinna þetta. Jæja, hvað eigum að hafa sem orð eða setningu dagsins? Raskat. Raskat, í alveg Pétur. Já, raskat. 41 árs. Já. Það er fyndið maður. Þannig að þegar við ringjum eftir... Raskat? Raskat, já, þannig þarf að segja bara raskat. Já, raskat í bala. Nei, ok. Nei, við skulum hafa eitthvað annað. Raskat. Nei, ok, hugsa þetta alveg upp og nýtt. Já, hvað viltu hafa? Höfunda þroskað. Já, við eigum að velja eitthvað skemmtilegt. Ég er að nálgast andlega þroska. Þú átt 2 ár eftir af þessu rugliðinu. Já. Höfum þetta. Já. Pungur og titlingur. Nei. Djók, ég tek þetta aftur. Það er örgleikur að hlusta núna og hristu hausinn. Sem er brjála. Hvað er að gerast það? Já, kannski með börnin aftur á leiðinni heim. Hver er með? Ég byggðist afsökunar. Ég tek þetta tilbaka. Það má. Það er leiðilegt. Ok, þannig að ég er með andlan þroska. Hafðu það í huga, Pétur, þú ert að hugsa upp á. Hérna... Hvað vil það hafa þetta? Er ekki mammaðinn alltaf pappiðinn og pappiðinn alltaf mammaðinn? Já, er ekki mammaðinn alltaf pappiðinn og allir bara hressir? Já. Nei, handabak. Handabak? Já. Bara, ok, þannig ég ringi á eftir þá ertu að svara handabak? Já. Það er ömulegt, Pétur. Akkur? Já, ok, handabak. Það er eitthvað verra heldur en bungur og dillingur og raskat? Handabak. Það er bara orðið. Við ringjum á eftir og, já, það er skott að þið sem að skráðu ykkur svarið þá eftir með því að segja handabak. Eða hnéskel. Já. Handabak og hnéskel. Handabak og hnéskel. Já. Það er gott, mann. Já. En hvað eru hérna, Pétur, hjálpaði mér aðeins, það er að segja Pétur Valmynda, hvað eru að fara að gefa á eftir? Það stendur ekkert. Eða línólerum. Hvað er næstu vinningur? Veitu, ég var að breyta þess aftur? Nei, ekki. Nei, það er handabak og hnéskel. Handabak og hnéskel, já. Þetta getur nú verið gott orð á, nei, gott nafn á bara út af. Og við erum að fara að gefa tyggjótösku frá Extra. Það er eitthvað sem verður með fulla tösku tyggjótösku. Nei, í alveg. Alla helgir maður. Útgangsleiðin á bíladaga maður. Með fulla tyggjótösku með þér í skottinum. Já. Þetta er ekkert vera. Þetta er ekkert vera. Við ringjum eftir en það styttist hér í sturlaða staðrendir. Við ætlum að ringja í blokk, það er brandarakefni og hvað varst að tala um? Við eigum að henda okkur í karaoke. Við eigum að skoða það eftir, kannski eftir 5. Ég til í allt með þér. Ég er leir í höndunum á þér í dag. Já, við erum í stuði. Það er sumar og það er þriðjudagur. Við ætlum að fara hér í örstuð, skilaboð og svo strax eftir auglýsingar. Þá eru það sturlaða staðrendir. Má ég borða hana banana? Hún mátt gera svona vilt. Hver á hana banana? Ég veit ekki, ég ætti hann bara. Býtu, er þetta eitthvað? Stóri dagurinn. Fáður miða á hhi.is fyrir klukkan 18 í dag. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vins. Tæknistofnun? Já, halló, er ég næst besti trommari í Íslands? Þið gerir mælingar á þessu, eða ekki? Sumardrykkurinn Mix Up gerir þig bestan í ómælanlegum hlutum. All In er nýr sportbar sem hefur opnað að Stakkarhrauni 1 í Hafnarfirði. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir heims. Trúbadórar, plötusnúðar og auðvitað ískaldur Karlsberg á krana. All In sportbar. Stakkarhrauni 1. Langstærsti sportbar Hafnarfjarðar. Þetta kallar á Karlsberg. Hvað væri það fyrsta sem að Jóhannes Haukur myndi gera þegar hann kæmi til Las Vegas? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtithætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í Leiftrandi Háskerpu. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Nú er potturinn fjórfaldur í Víkingalottóin og stefnir í 800 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum.
Silk Hydration, rakakrem og sólavörn. Nýtt frá Hawaiian Tropic. Ólafur Stefánsson kveður íslenska landsliðið 16. júní og þú getur hvatt hann með stæls á takkoli.is. Arion banki. Orðin leið á sömu gömlu tuggunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. Gjörsamlega trublalag hér á ferðinni. Þetta voru þeir strákarnir í hérna þessari hljómsveit og þeir eru með stilt á FM 95 Blöð. Það er Pétur Jón Sigfússon með ykkur hérna á þriðjudegi og Öddi Blöndstall þarna beint á móti. Hvernig er þetta, Öddi? Góður, nettur, þéttur. En það ekki. Já. Hvernig er það, Öddi Blöndal? Já. Hvernig var helgin? Helgin? Já. Hún var bara mjög góð. Já. Býttu, akkur horfir þú svona á mig? Erum við að fara í? Já, við erum að fara í. Hvað? Nei, þú mátt spyrja mig hvað sem er. En það er eitt sem býður. Já, ég er að meina það. Þess vegna kom þessi svipur á þig. Nei, það er ekki svipur. Já, nei, ég meina svona pínu svona bara, þú veist, hvert er hann að fara með þessu? Já. Nei, ég var bara svona að spyrja hvernig Já, hvernig var þín? Mín var fín, sko. Ég fór nefnilega hana á Keflavík Music Festival. Já, hvernig skemmtur er? Ég fór, sko... Þú voru ekki aðbókaði? Hvað segirðu? Nei, ég var ekki að skemmta þarna. Nei. Á Music Festival. Nei, ég vissi að þú ætlaði að kefla ykkur en þú er mætt. Já. Gallharður maður. Og hérna... Og sko, dætur okkar, þær eru báða 14 ára. Þær hérna fóru á alla viðburði. Þú veist, allt sem var í höllinni reyndar held ég. Já, hvernig skemmtu þær sér? Á skalanum 1 til 100 held ég að þær hafa skemmt sér 110%. Nú, það er bara þannig. Já, þær eru náttúrulega að sé Tiny Tempa og Far East Movement og allt þetta. Já, og Minesweeper. Nei, hvað heitar emmið þarna? Já, það gekk allt vel. Það gekk allt eins og í sög. Já, sér það dóttið þín er ekkert að skýta í sig þó að KK afbóki sig, sko. Nei, þannig að... Henni var alveg... Það er vissikinn svona KK og Bubbi, yrðu þarna? Nei, en... Þetta er örgulega mismunandi bara. Já, gaman að það skemmt sér. Ég ætla samt. Ég ætla að vera fullt af fólki sem hafa skemmt sér konunglega þarna, en... Já, mér fannst bara öll umgerð þarna og svona, mér fannst bara vel utanum þetta haldið, sko. Já. Ég ætla bara að segja það hér og skrifa. Þetta er svona. Það er bara misjætt hvað fólki finnst. Já, ég held bara að það hefur skapast einhver múaðisingur í kringum þetta. Já. En við skulum ekki vera að staldra lengur við það. Við ætlum að kíkja í sturlaða staðarindir. Öddi Blöð, gólfið þitt. Takk hérlega, Pétur. Ég ætla að byrja hér á, fyrstu. Og hér kemur hún, sturl staðarind. Heyrðu, má ég áður nú ferði þetta? Já. Hvert ferðu til að ná í sturlaða staðarindir? Viltu ekkert gefa það upp? Ég fer út um allt. Þú ferð út um allt? Já. Þetta er svakaleg vinna á bakvið. Þetta er orðið mun, sko, þegar ég byrjaði með sturlaða staðarindir fyrst, þá tók það mig 10 mínútur. Já. Í dag tekur það mig svona 80 mínútur. Ertu ekki að grínast? Nei, því ég búið með svo ótrúlega margar. Ég þarf að leita, ég búið með svo mikið, sko. Þannig að stundu dettu líka inn alveg einu og einn sem ég hef sagt áður, en... En viltu ekki bara, við getum bara að gefa þessu pásu? Nei, Þú vilt eiga þessar kannski? Ég elska sturlaða staðarindir. Já, en ég meina, þú vilt eiga þessar á morgun og spara þér vinnu á morgun. Ég er alltaf að spjalla með eitthvað annað. Nei, Ég er alltaf að hugsa um þig, veit ég. Já, takk fyrir það. Hvernig líður þér vel? Það er nóg tilsamt. Á ég ná eitthvað að drekka þetta þér? Bara á eftir kannski, næsta lagi. Ok, cool, förum í sturlaðan staðarindir þá. Sá fyrsti, ég er enda vissi af þessu og þetta er, ég með þess að sé þetta aðrið, þetta er mjög svalt, það er að sjá þetta á YouTube. Já. En sá fyrsti til að vinna, Viltu unna milljón eða Who Wants to be a Millionaire, sem það heitir í Bandaríkjunum, notaði símtalið sitt á síðustu spurningunni til þess að segja pappa sínum að hann var orðinn milljónamæringur. Hann vissi sem sagt svar? Já, hann átti inni, ég sé þetta er mjög töf, það er að sjá þetta á YouTube. Hann átti inni símtal, kom að síðu spurningu á þvílík dramatík og Gauri segir svona, þú átt símtal, hann segir, já, herru, ég ætla að nota símtali. Og hvert ætla að ringja? Það ringi pappa minn. Og hann ringir í pappa hans og hann bara, herru pappi, hæ, herru, það er hérna, ég er hérna í Viltu unna milljón og þetta er náttúrulega $1.000.000 það sem er 130 milljónir. Svo tölur sem breyta lífið manni. Já, þetta er ekki 100 áskall hérna í Íslandi. Nei. Og það er hérna, og hann er bara, herru pappi, já, ég er í Viltu unna milljón, ég á eina spurninga eftir, ég átti inni símtali, já, ég ætlaði bara að ringi og segja ég var honum milli. Já, þannig að hann spurði hann ekki eins og svo svaraði hann bara og vann þetta mjög svalur. Manstu hver spurningin var? Nei, hvað heldur ég mun það síðasta spurningin í Viltu unna milljón í Bandaríkjunum? Vá maður, þú varst að tala um að við séð þetta á YouTube, þetta var ógeðslega töff, ég held kannski að við munum. Já, ég man ekki. Akkur það ráðast á mig. Þú var að bjóðast til að ná því eitthvað að drekka handa þér þannig bara fyrir mínútu síðan. Það eru 6 menn í Kaliforníu sem heita Jesus Christ. Mr. Jesus Christ.
You got Jesus on the line. Má það? Engin mannanafna nefndandi í Bandaríkjum? Ég er nefnilega haldið að þetta mætti ekki, sko. Og þetta er bara í Kaliforníu, sko. Þetta er bara í Kaliforníu. Ég held að þetta var í gerðvöllum Bandaríkjum. 6 menn í Kaliforníu sem að, eru með nafni Jesus Christ á ökuskírteininu sínu. Það er rosalegt. Mér finnst það mjög grilla, ég held að þetta væri bannað. Mannanafna nefnd á Íslandi? Þú mátt ekki heita Jesus Kristur á Íslandi, Jesus Kristur Kristjánsson? Nei. Já, hvað má hundur heita. Hvað er maður að kalla? Jessi? Jessi, maður. Já. Eða Mr. J. Eða Big J. Jessu bara. Já. Hörru, þetta er frábært. Já, þetta byrja mjög vel. Þú kom með 2 góðar. Já, ég er að segja það eru mjög góðar í dag. Ég var að taka lag úr. Tegja þetta eitthvað. Meðalvinskapur endist í 5 til 7 ár. Meðalvinskapur? Já. Við erum konir langt yfir það. Já, við erum konir vel yfir meðalvinskap. Já, en samt hefur aldrei búið mér á fótboltaleik. Nei. Nei, en það er önnur umræða. Já, þú ættum eftir að bjóða mér líka á fótboltaleik. Já, en mér er aldrei búið og þú veist, það er ekki hægt að bera þetta saman. En áttu vinir sem hafa verið vinir í cirka 5-7 ár og svo missir þú svona samband við þá? Nei, já. Jú, ég get nú alveg relata aðeins þarna, þegar við kenna það. En maður er samt alltaf í einhverju sambandi við það, sko. Já. Það eru svo næsta. James Bond átti að heita Barry Clams. Barry Clams? Já, og held ég að þessar myndir að það getur verið alveg af svalar að hann heiti Barry Clams. Barry Clams þá. Já, Clams. Clams, það er bara eins og skelfiskur. Já, Clams. Barry Clams. Það er ömulegt nafn. Svo er hér samt. Þannig að þegar þú sagðir þetta, mér finnst það mjög flott. Maður heyra það einu sinni. Clams. Barry Clams. Vá, djúðlega þetta með fallega rödd. Fransku kossamótnana losar stress fyrir allan daginn. French kissing in the USA. French kissing in the USA. Hver kannast ekki við það frábæra lag? Franskur kossamótnana. Já. Hvað gerir hann? Hann losar stress allan daginn. Vakna á mótnana. Já. Góðan daginn, ástu mín. Já, þá ertu bara minna stressaður. Tunga bara bólagað í kók. Já, þannig að þið sem að, ég kosta því. Ég er nærindar að tengja við þetta. Við fyrum alltaf í franskan kossi og séum bara fyrsta svingin. Þú ert að heppin á bótana, svona áður að ferja í vinnuna, eða kveður hana? Sleikur og með því. Sleikur og með því, gamli. Sleikur og með því. Ég ætlaði að segja hitt orðið. Já, hættu þessu, Pétur. Vissir hvað ég ætlaði að segja? Já, þú ert eins og bara einhver abaköttur hérna, maður. Þú ert eins og miklu stuði. Ég veit það, vissir samt hvað ég ætlaði að segja? Já, ég veit alveg hvað það að segja. Sleikur og hvað? Sleikur og byrjar á P. Já, rætt. Gleymdi. Settliti. Árið 2005 var öpum kennt að fara með pening af vísindamönnum og það fyrsta sem þið gerðu var að stunda vændi. Beidu, ég misti alveg af, ég var ennþá að hlæja af hinnu. Árið 2005 var öpum kennt að fara með pening af vísindamönnum og það fyrsta sem þið gerðu var að stunda vændi. Þannig bara leið og apa. Nei, kaupa sér bara blíðu frá einhverju, hvern manns apa? Já, bæði, og veist, kaupa og hinn og aðri fór að selja. Borga? Nei, ég ert ekki að grínast. Fyrsta sem þið gerðu, þetta var árið 2005. En það byrjaði, ég minna við. Þetta er elsta atvinnugrein mannsins, eða ekki? Já. Það er ekki alltaf að tala um það? Jú. Þetta byrjaði, þetta er bara að ganga kaupum og sölum alveg geðvikt snemma. Við erum með eitthvað svona fólk í garðinum, dýragarðinum með, herru þá erum við búin að kenna þeim að fara með pening. Og við ætlum að sína fram á það að apar kunna að fara með pening. Já, og svo bara, hvað er að gera núna? Já, mér sýnist að vera að selja sig þarna á hofninu. Árið 2011 var 29 ára gamall maður í Bretlandi, yngsti afi heims, þegar 14 ára dóttir hans eignaðist barn. 29 ára orðin afi. 29 ára orðin afi. Það er bara eitthvað rangt við það. 14 ára dóttir hans. Ég er 32 ára og ég er ekki einn svona pappi. Það er enda alveg skömm að því svo sem líka en. Þetta er bara eins og að mínan myndi fara að vera. Já, það er það. Eignast börn. Já, slefum þessu. Við skulum ekki ræða það, mann. Nei, já. Ég var í svo góðu skapi, mann. Herru, hvað segir þið? Herru, Japanar. Kallinn bara komið með grínröddinn í stullu í staðinn. Já, Japanar hafa breytt flestum frídögum sínum í það sem þeir kalla Happy Mondays og þá voru þeir færðir á mánudag til þess að lengja helgin og mér finnst þetta bara frábær hugmynd. Hvað er þetta? Japan? Ertu ekki að hlusta á mig, Pétur, eða? Jú. Hvað ertu, varstu að éta og mikinn sigur eða hvað er í gangi hérna? Nei, ég var ekki að því. Ertu búin að drekka mikið kaffi eða? Nei, bara hægum. Mér er svo gaman að vera hérna með þeim. Er þetta gaman að hafa þér svona stöði? Heyrðu, en má ég segja þér eitt? Hvað er með það? Ég heyrði þetta í fyrsta skiptið. Japan.
Ég þurfti bara að fá staðfestingu Já, þannig að þetta eitthvað sem við Íslendingar hættum alveg skoða. Það að taka alla þessa frídaga sem á fimmtudögum og á miðvikudögum, hafa það á mánudögum. Happy Mondays, eins og Japanin kallar þetta. Happy Monday. Happy Monday. Vá, hvað það frábært. Já, það fara alltaf lengri helgi. Það til hljómsveit sem heitir Happy Mondays. Það getur vel verið. Það ekkert vel verið með það. Næsti frídagur. Það staðreind. Það ekki sturlu staðreind, það bara staðreinduðum. Næsti frídagur reyndar á mánudegi, þannig að við þurfum ekki að færa. Það er 7. júní. Sér eins og uppstigningardagur. Akkur ekki að hafa hann bara á föstudögum eða mánudögum í stæðan fyrir að hafa hann alltaf á fimmtudögum. Þetta bara svo rétt. Bara aðeins að færa. Mikið var ég til í og mikið vildi ég að þú erið einhvern tímann fórseti þessa lands og myndi breyta þessu. Ég held að þú sétt svo eilni. Fórseti Íslands, herra Auðun Blöndal. Þetta er bara vel á móti. Rámt. Af hverju er þetta rámt? Þetta er séns, Auðun. Þetta er séns. Síðasta sturlaða staðreind dagsins. 7% allra Facebook-reikninga er í eigu hunda. 7% allra. Ég vissi þetta ekki. Facebook-reikninga er í eigu hunda. Já, þannig að það eru fólk sem eiga hunda og eru búin að búa til Facebook-síðu fyrir hundana sína. Af hverju í óskupunum? Hugsaði maður. Eru Íslendingar í þessu í alvörunni? Einhver þetta með bara eins og ég átti hund sem ég snodda svo sínum tíma, bara búið til Facebook, hvað hann að póka einhverja tíku þá eða? Hvað að gera? Hvað myndir hann að setja inn? Já, ég fyrtti náttúrulega að setja inn myndirna fyrir hann. Ef að Boris minn, sem ég átti einu sinni, ef hann hefði verið með Facebook, að hann teki myndir af svona gömlum dömubindum og eyrnapinnum sem hann búinn að éta, teki myndir af því og skellt á netið með þar og nærbuxur og svona drast sem Já, svona ef hann fengi að stjórna síðunni sjálfur. Já, það var bara með, ef hann fengi að stjórna hana. Já, þeir eru ekkert að stjórna síðan. Og hvað, bara með loppunar á tjattinu? Já, tjattinu. Hérna sjáum við mynd af Narium sem að kallin var að geta á þann. Þetta er grillað, þetta voru sturlaða staðreindir og Pjessi, nú spyr ég hvaða sturlaða staðreind stóð upp úr í dag? Hvað varst ánægðastu með? Númer 2. Númer 2, það er 6 menn í Kaliforníu sem heita Jesus Christ. Jesus Christ. Mér varst hún frábær. Já, hún var nokkuð góð. Og svo líka með hundana og Facebook. Hugsaður ef að, þú veist, mannanafnadæmd á Íslandi fengi þetta inn á borð til sín og ég skýra svona Jésu Kristu. Þeir myndur örugglega bara leggja niður vinnu bara í heila mánuð bara til að ræða. Það er nú skrítið nöfn á þetta þar inn líka svo sem. Já, reyndar. Þú ert ekki búin að fá leiða þau? Alls ekki. Nei. Alls ekki. Mér finnst það gott ennþá. En það er eins og komið að sumarleik FM 957, Pétur. Sumarleikur FM 957. Já, maður er nú alveg eftir okkur að klúðra þessu en þetta á nú að vera óskup einfalt. Við vorum búin að ákveða orðin. Sumarleikur FM 957. Við sem sagt ringjum í eitthvað nátt úti og sem hefur skráð sig í leikinn og hann þarf að svara með því að segja handarbak og hnéskel. Já. Handarbak og hnéskel. Það voru orðin. Það voru orðin sem við völdum. Hérna er ég með hellingaliði sem hefur skráð sig og ég er komin hérna með nafn, og skulum bara ekki hringja. Is a name on a paper. Já, þetta er... Það er svo margt í mörgum maður. Já, þú ert að fara að hringja núna bara. Já. Ok, gott mál. Og ef að við komum til svarar með handarbak og hnéskel þá var hann að fara að vinna sér inn tróðfulla tösku og tyggjó. Tyggjó-tösku. Ekstra tyggjó. Já, ekstra tyggjó-tösku. Já, handarbak og hnéskel er það sem hún á að segja. FM? Nei, djók. Nú, töð fringing. Hörðu, hvað er þetta? Þetta er Jay-Z og Kanye. Nei, þetta er Klikk, já. B.I.G. Alveg ringing. Hún hrundir ekki að svara. Voru að spila þetta lag á þetta. Hnéskel. Hæ? Hnéskel, var það ekki það? Eða handabak? Hún sagði bæði handabak og hnéskel. Það er rétt, ég er handabak og hnéskel. Rétt, þú varst að vinna þér tróðfulla tösku af ekstra tyggjó. Snild. Snild, herðu, við sendum tölvupóst á þig og verðum í bandi við þig, bara hér strax eftir þátt. Ok, ekki. Ertu að hlusta? Já. Takk fyrir það. Ég var leiðin heim að hlusta. Já, takk fyrir það. Ánægði með þig. Hver var að gefa þér fulla tösku af tyggjói? Þið. Nei, þú voru að segja FM 950. FM 950. Já, glæsilegt. Takk hérlega fyrir þetta. Takk. Bless. Takk hérlega fyrir. Já, þetta er ekkert flókið. Nei, þetta er ekki flókið. Hvað þarf maður að gera til að skrá sig hérna að leika úti? Það veit ekki. Farum FM 957.is held ég. Veistu það ekki? Förum í auglýsingar. Ekki vera að koma svona aftan að mér. Ég veit ekkert hvernig skráði. You're my boy blue. My boy blue. You're my boy blue. You're my boy blue. Blue, já. The lack of money is the root of all evil. Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál.
dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Vissu þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Hvað finnst Gísla Erni best við það að vera frægur? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í Leiftrandi Áskerpu. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðja, Grensásvegi. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. That means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. So hot, motherfuckers wanna find me. Og það komið að dagskrárlið sem alltaf á þriðjudum. Og Pési, fyrsta sinn sem þú prófaði þennan. Fyrsta skipti? Já, og hann heitir Hringt í blokk. Eða Hringt í stigagang. Heitir hann það? Já, hann búinn að heita ýmislegt. Hann hétt Paranoia nágranni fyrst. Já. Við erum að vinna með nokkur nöfn á þessu. Já, það í góðu lagi. Það bara sannur heiður að fá að prófa þetta. Já, þetta er ekki flókið. Nei. Það sem við gerum hér við hringjum í eitthvað stigagang hér í bæ. Já. Og erum basically bara að bulla í þeim. Ég til dæmis ætla að prófa nýtt núna. Ég ætla að vera útlendingur sem var að flytja inn á stigagang. Útlendingur? Já. Ok. Og að reyna að fá að vera með hundi minn. Ætlar að tala útlensku? Já, tala ensku. Já. Stefna, ég ætla að heita Jamal. Mr. Jamal? Já, Mr. Jamal og vera að flytja á stigagang. Og hvað ætla þú að vinna með? Ég allavega stressaður út af þessu. Já, þetta er hressandi, sko. Mér ætla að fara eitthvað út í hjólageymslu og eitthvað svona. Já, og sért að, hvað? Ég veit það ekki. Eitthvað hjólageymslan stúd full af hjólum og eitthvað svona. Getur ekki fært þetta drast? Jó, já, ok, tjekkum á þessum. Ég skal byrja og heita upp. Já. Skal maður sjá, tjekkum hérna hans. Þú verður að heita mig. Hello? Yeah, hello, is this... Yeah? Yes, hello. Hello, my name is Jamal and I just moved into the building. Oh. What building? Lundabrekka. Oh. And, I was just wondering, how are the rules here? I was wondering how I can, what I can and what I can't do in my crib, you know? Oh, wait a minute. Hello? Yeah, my name is Jamal and I just moved into the building. What building? Lundabrekka. Lundabrekka? Yeah. Yes, and? Yeah, and I was just wondering, what time are there meetings to know? I don't know, what are the rules in the building? I don't know. Because my pal over here, he's got a Doberman dog. Is that allowed, you know? No, it's not allowed. No dogs or pets? No. What do I have to do to get registration for that, you know? There's no pets allowed. If you want to have a pet, you have to ask everyone in the building. Okay, would it be okay for you if I had a Doberman in there? No, not at all. It's a big dog. No, he's just a puppy. He's just. But he will be big, though. He's just a puppy right now. So I need everybody's permission to get that. What? On what floor do you live? I just came in on the second floor. I don't know. You have to ask the people on the second floor. But I got your permission. No, I don't want the big dogs. We have. No, kids. He's not big. He's a puppy. He will be big, though. He's just a puppy right now. Okay, you don't have my permission, though. Why not? Well, come on, man. Did you buy the
apartment or are you renting? I'm renting. Yeah, then you don't have the permission. No, I have to ask you guys if it's okay. I need permission. No. For a little puppy. No. Doberman are big dogs. No, it's a puppy. It will be big. It's just a puppy right now. It's not going to be a puppy forever. You don't have my permission. Bye. What? You hanging up on me? Hello. Yes, hello. Is this Yeah. Yes, hello. My name is Jamal, and I just moved into your building. I don't speak English. Oh, okay. I'll talk slow. My name is Jamal. It's my name. Jag heter Jamal. Ja. And jag flyttar i styrgang. The building. Oh. Yes, hello. Yes, hello. My name is Jamal, and I just moved into your building. Lunderbräcka. Yeah. Yeah, and I was talking, I'm just renting now, and I need a permission for my Doberman dog. No, I don't own... Is it okay for by you guys if I have my Doberman in here? He's just a puppy. No. I can't have a puppy? Doberman is not a puppy. I swear to God, he's just a puppy. Yeah, no. Yeah, he's a puppy right now. Is it okay by you? No. He won't bite, and I'll clean up his shit. Where da? What? Who are you? My name is Jamal. Yeah, and where do you work? Well, I just moved to town. I used to work on Cykelfjord. Okay. And I'm just here downtown. And where did you move in? On the second floor. And they told me I needed everybody's permission to get the dog in there. Yeah, you have to get the... But it's okay by you if I have a dog in there? No. Why not? Because? Come on, man. Help a brother out. No. No. Well, then, I'll let him bite your big ass, okay? Yeah. I hope you're happy with that. Yep. He's coming for you. Yeah, thank you. My tiny little Kurt, he's coming for you. Yeah, thank you. So watch your ass, yeah? Yeah, I do that. You have a good one. Bigger than yours. You have a good day, sir. Yeah, you too. Já, það ekki verið að leiða mér að fara með hunda þarna inn á stíðaganga. Hvernig væri þú? You have a good day, sir. Ég vissi eiginlega ekki alveg hvað ég átt að fara út í, sko. Það voru allir að segja nei. Ég var ekkert að ná að æsa þig. Þú ert góður í að tala útlensku. Ég dáist að því. Nei, ég var tína helling orðum þarna. Myndir þú, Pétur, leyfa ef það væri eitthvað að flytja á stíðagangin? Myndir þú leyfa hann með öðrum hund? Já. Er það? Já. Það breytir mig engum. Þetta er aðalega, ég veit svona cirka, þetta er ef að fólk er með þetta ofnæmi með þetta. Já. Þú veist, það er fullt af fólki með svona, hvað þetta heitir? Eitthvað háránami eða hvað? Stóðnami bara þegar ekki það? Jú, það er líka til, bara gæludýr ánami. Nei, þú veist, eða bara, þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki um þetta. En mér persónulega var ég alveg drullu svona. Ok, en ég ætla að fara, já, það er komið að mér. Þú ætlar að bara vera á íslensku eða ekki? Ég ætla bara að vera á íslensku, ég er svo slæmur í íslensku. Ertu klárað það? Nei, ég tæki bara tonga á þetta. Gerðu bara svo vilt. Nei, ég er tilbúin. Ég ringi hérna. Já, er það? Já. Já, blessa, ég var satt að tala við, ég er að fara að leigja íbúðarna í Iðufellinu á sama blokk og þú ert í. Já. Þannig að í hjólageymslan, ert þú með fullt af hjólum þar? Nei, ég er ekki með neitt þar. Ok, mér var satt að þú væri með öll þessi, eitthvað 6 hjól. Kannski eitthvað vitleysar, sko. Ert þú ekki formaður húsfélagsins? Nei. er Hver það? Ég man ekki hvað hann heitir. Hvað heitir hann? Ok, því mér var betta að tala við þig. Af hverjum? Þeim sem ég er að fara að leigja af þarna Kristjóni. Já. Hann benti mig á að tala við þig. Ég er ekki... Nei. En getur þú aðstofað mig samt, þú veist, svona til að bara komast inn í íbúðinu og svoleiðis? Aðstofað, hvað segir þú? Bara komast inn í íbúðina, skilur þú? Komast inn í íbúðina? Já, hann sagði þú er með lykilinn. Nei. Og hvað er þetta, maður? Ég, alveg, sækjaðis maður, Hann var að segja að þú er með lykilinn og geti hjálpað mér að flytja á allt. Nei. Og kannast ekkert við það? Ekki neitt. En þú getur samt hjálpað mér að flytja ef að... Getur þú hjálpað mér að, þú veist, þetta er ekkert með, þetta er bara sófi og svona, bara setni í dag, sko. Nei. Akkur ekki? Því geta það ekki. Við getum gert það í kvöld, sko. Nei. Eftir 6. Hvað segirðu? Ekki heldur.
það ekkert mál mín vegna ef það eftir 8 sko. Nei, ekki heldur. En ég fer morgun eða? Ég veit ekki hvað að tala sko. Já, Kristjón sagði mér að tala við þig. Nei, ég veit ekki meir. Ég ætla ekki að vera eitthvað með leiðindi sko. Nei, ekki mál. En heldur þú getur hjálpað mér með þetta? Ekki séns. En bara helgina til dæmis? Nei. Akkur ekki? Ég get það ekki. Ég verð þá að reyna að finna eitthvað annan bara. Þú ert ekki að vera aðstofa þarna með að læði brá? Já. Já. Trúið þess ekki með. Það má ekki vera með hunda og þú varst ekki bara að fá aðstofa við að flytja það inn. Nei, veist, ég vissi ekki hvað þetta að segja maður. Nei, það þarf að búið að negla svolítið hvað maður þarf að gera sko. En ég meina, þú veist, ég bara spilaði á fingrúfum. Já, og stóðst þið bara vel. Við skulum fá hér smá Adele. Ég held þú ætlaðir aldrei að segja þetta. Allavega ekki í dag. Hún frábær. Ég að meina það, þú veist, ég kemst yfirleitt ekki gegnum daginn um að fá eitt Adele. 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mokum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Já, það ekkert öðruvísi. 4-faldur pottur í Víkingalottóinu stefnir í 800 milljónir. Víkingalotto alltaf á miðvikudögum. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Geimstöðin Kringlunni kynir I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted leikjana kemur einn harðasti leikur ársins, The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni á föstudag. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Ef að Jón Jónsson myndi stofna hljómsveit, hvað myndi hún heita? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í Leiftrandi Háskirkju. Opna Kaptein Morgan mótið í Fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á Bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaptein Morgan á miðvikudögum í allt sumar. Lumar þú á skemmtilegri sögu, lagi með fortíð eða mynd sem segir meir en 1000 orð? Farðu á segjumsögur.is, segðu sögu þína og þú getur unnið Samsung Galaxy S4. Vertu í sterkara sambandi. Síminn. Ég segi nú bara, sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu, því þá færi ég líklega aldrei út úr húsi.
Jollabátar ávannabindandi unaður. Paramount og Coke Zero kynna Pain and Gain, a better place. Sannsöguleg mynd sem fjallar eitt ótrúlegasta mannrán mannkynssögunar. Mark Wahlberg og Dwayne The Rock Johnson hafa aldrei verið betri. Pain and Gain, frumsýnd 12. júní. Get him! FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Pétur með ykkur þennan þriðjudaginn. Sveppurinn kemur á morgun, þeir svissuðu strákanir þessa vikuna og Pési, það komið að lið sem alltaf hjá okkur á miðvikudögum núna. Já, það rétt hjá þér. Það brandarakefni FM 95 Blö. Já, brandarakefni FM 95 Blö. Við ákveðum að hvíla karaoke aðeins. Það verðum að fara samt í einhvers konar keppni, sko. Já, það þarf alltaf að vera og það að sjálfsögum reglur. Við segjum hér sikkoran brandarann og svo ringið þið kæri hlustundur í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur brandarakefnina. Þetta ekki flókið, þetta var alveg svo karaoke. Já, nema hvað við fyrstur upp í 5, var það ekki? Já, var það... Í karaokeinu var það fyrstur upp í 5, sko. Já, vorum við með fyrstur upp í 3 alltaf í þessu? Já. Ok, förum milliðin, fyrstur upp í 4. Já. Það var mjög jafnt hjá okkur síðast, mæstu. Ég hafði þið síðast. Rústaði mig. Síðasta miðvikudag. 3-2. Nei, 3-1. Já, 3-0. Nei, já, 3-1, já. Ok, fyrstur upp í 4 atkvæði í dag. Æ. Það er ekki bara fín regla, fara þarna millivegin. Jú, ég meina, þú ert stjórnandi þáttarins, ég ekkert annað en leir í höndunum á þér. Já, ég vil að þú sett sammála. Nei, þetta skiptir mig engum máli. Ok, þá er regluna settar. Fyrstur upp í 4 atkvæði. Fyrstur upp í 4 og hver allar að byrja? Já, þú mátt ráða, Pétur. Já, ég hef hingað til verið að taka bara brandar á netinu, sko. Já. Ég var að breyta út af vananum í dag. Nó, kallinn með eitthvað bara, tilbúin. Einu sinni var þögtu lögfræðingur sem var bæði dvergur og bundin í hjól. Nei, þetta byrjar ekki vel. Nei, hvort viltu byrja eða verið eftir? Þú mátt ráða, Bjössi. Ég skal byrja. Þú mátt byrja. Já, það er maður sem kemur inn á bar. Já. Tillir sér við barborðið maður og panta sér drikk. Einn ískaldan maður og barþjóðnum var nú ekki lengi og ekki vandraði með að afgreiða það. Svo hann nú litið þarna fyrir eitthvað svona skimi yfir barinn. Sér að einhvers staðar út í einu horninu þar situr hestur hágrænjandi maður. Kallinn fer hann að spyrja barþjónin. Hvað er málið með hennar hest? Grenjandi hestur hérna? Já, hann er alveg að gera okkur vitlaus hérna. Bara koma hérna dag eftir dag í marga vikum að sígrenjandi og... Það veit enginn hvað á hana maður og eitthvað svona og kallinn alveg, já, ok. Svo segir barþjónin, ég skal bjóða þig frýtt að drekka í allt kvöld og þú getur komið þessum helvítis hesti til að hætta að grenja. Kallinn frýtt á barn mér allt kvöld? Já. Ég er búinn að fullt að liði, allir fastakúnandi búinn að reyna þetta, það þýðir ekkert. Það er allir búinn að reyna koma til að hætta að grenja, það virðist ekki verið hægt og gæðinar, já, þetta nú ágætis augurinn í þessum, svo stendur hann upp og röltir hann út í hotn og barþjónninn fylgist með þessu svona og sér það að kallinn hallar sér svona eitthvað upp á honum eins og sé að segja eitthvað við hestinn, sko. Það skiptir einhver dóðum að hestur hann alveg springur og hlátrir hlægir maður. Kallinn kemur í mestum bakgrunn tilbaka maður og barþjónninn bara alveg byrjar að raði hann drikkjum, hann drekkur frýtt allt kvöldi og í rauninni allir viðskiptaðinni barsins sitja þarna bara á sumbli langt til kvöldin maður og hestur alveg hlægjandi út í eitt og allt í lagi með það, síðan líði einhverju 2-3 vikur og kallinn kemur aftur á sama bar og hann kemur að inn og það helvítis hesturinn situr út í hótti með Ennþá hlægjandi maður hann sest maður, hann er einn hélagan og barþjónninn hann gerir okkur vitlaus djúðs hestur maður og skára að hafa grenjandi svona hnekkjandi að núti í hótti með þér og hérna ég er tilbúin að bjóða þér bara að gefa þér fritt á barnum bara í heila viku og getur komið til að hætta að hlæja kallinn allt til að reyna það maður og röltir að hestinum og barþjónninn fylgist með þessum maður og það skiptir einhvern tóðum maður hestunum fyrir að bara aftur að hágrenja hágrenjandi bara eftir 1 mínútu samtal kallinn kemur dillið sem það er frýtt að drekka barþjónninn fyrir að ég er forvitið maður hvernig fórst það þessu það var allir búin að reyna hvað gerur hvað sagðir við hann í fyrraskipti þegar hann sprakk úr hlátri það var ekki flókið ég sagðist vera með stærri titlingaldur en hann og barþjónninn já helviti þetta góðum maður sprakk hann úr hlátri við það já en hvað gerir við seinna skitt þá sýndi ég honum hann
Þessi er ágættur. Þessi er hansi góður. Þessi getur þú fengið eitthvað atkvæði. Geti verið, hann er gamall. Hann er gamall. Það er, menn í svona brandarakettum, það hefur alltaf einhver heyrt eitthvað brandara. Já. En þá komum að mínum. Þá komum að þínu, gjör svo vel. Gólu við þitt. Já, það er sem sagt, þetta er í skóla, fjölbrautaskóla og það er svona, þú veist, í öllum svona skólum þá er svona bulli. Bara svona leiðendagauður sem er bara, þú veist, með leiðendu er að berja krakka og... Hrekkjusvín. Svona hrekkjusvín, já, það er orðið sem er að leita. Og það er eitt svona tjöbbi í skólan, fjölbrautaskólan og hrekkjusvíni segir svona við tjöbbi strákinn: Hey tjöbbi, ákveð svona feitur. Og segir tjöbbi strákinn: Nú alltaf þegar ég segi fjá mömmuðin og gefur hún mig köku. Þessi er geðveikur. 511-0957. Það var stuttur en geðveikur. Stuttur og laggóður. Alltaf þegar ég segi fjá mömmuðin og fæði köku. Og gefur hún mig köku. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, blessar. Sæl og blessar. Hérna uti, sko. Hvað er þennan? Hann var, þessi var stuttur en geðveikur. Já, ég gef honum það. Þessi var nöttur, sko. Takk hérlega fyrir það, takk fyrir að ringja. Já, takk fyrir þetta. Ég get ekki verið annað en sammálaðinni, sko. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn, er það frændi minn á Fjöri, Hátnamar Halkari, dósent og dyráveri, hvað segir þið? Já, hvað segir kallinn? Hver var þetta? Hvað sagði þið? Ángriðis, ég held að aldrei verið betri, veit ég, þetta er eitthvað besti brandarinn hér. Já, fæ ég þetta sko? Svaðalegu brandari. Sjálfsögðu. Jöfullinn, hafið það. DJ, þeim var líka góður, hann var full langur. Full langur? Já, sérðu líka sko, þú varst búinn að taka smá langlöku og ég hendi bara eitt stötan og góðan. Já, þetta er eins og... Þeim var mjög góður líka. Það var eins og brandarinn sem ég var með stutt í kannan daginn, hann fekk flestu atkvæðin. Já, þetta er góð. Takk fyrir að ringja þennur. Hvað steindi? Nei, hvað grillari var þetta? Ég var ánægð með hann. FM, góðan daginn. Ég held að Utti fá þetta líka. Já, er ég að rúla honum hérna? 3-0. Hvaðan ert þú að ringja? Æ, ég hlýt að fá eitt. Bara á bænum, sko. Bara á bænum, hvað verður að brasa? Reykjavíkurborg. Já, það er lust á ykkur, sjálfsögðu. Já, ánægð með það. Það er svo sjálfdan sem við náum að tala um hlustendur. Hvernig hlustar þú á okkur? Ertu bara heimahjöður upp í sófa, bara með útvarpi í gangi? Ég er bara í tölvunni, sko. Í tölvunni, vel gert maður. Og ert að brasa einhvað með því, eða? Já, maður er í FIFA, sko. Þú ert í FIFA, já. Já, það er ekkert annað FIFA og FM 95 Blöð. Jú, þetta er ánægð með það. Takk fyrir aðvinur og takk fyrir að ringja. Ekki, takk. Bæ. 3-0, Pétur. Þetta getur orðið bara lapp yfir. Auðun, býttu aðeins. Veldu rétta línu. FM, góðan daginn. Herðu, góðan dag. Það er Pétur Jóhann Sigfússon. Ég fekk eitt göttum stig. Fyrir Pétur góðan á blað. Herru, takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta maður. Þetta hefur öruglega verið eitthvað bara sem býr í gödunum minni líka. Nei, þinn maður góður. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er Auðun Blöndal. Það er slíkt samtalið hérna. Það er bara... Það getur dett út. Já, Blöndal fær þitt. Hvað sagði hann? Hann sagði, það verið stutt síndali, getur dott út. Já, en hann fekk það... Nei, býttu, var hann ekki að segja að það væri kannski eftir Blöndal? Nei, það er 4-1. Ég held það, jú, ég heyrði ekki alveg. En við tökum alltaf gamla góða. 4-1. Nei, við skulum, jú, ég rúlaði upp annan björn. FM, góðan daginn. Ég veit koma hann aftan með þessum. Hver er það fengið þitt atkvæði? Ég vil er ánað með Hver er það fengið þitt atkvæði? Liti? Það er Pétur. Já, það er Pétur. Já, sérðu, ég valdi vitlaus að línu fyrir þig, því miður. Nei, sko, málið það, þeir sem að fíluðu minn brandara, hann var það langur að þeir voru geðið lengi að byrja að reyna að hringi. Á þess vegna sem að þú sigraði. En 4-1, ég er með 2 sigri í röð og þú veist hvað er bensínu mitt, Pétur? Winning is my fear. Virkilega, gott lag bara hér á ferð. Það er hins vegar komið núna dagskráralið sem við hættum með á sínum tíma. Það er ekkert ástæða lausu. Þessi dagskráralið var ekkert neinu gríðalegu uppáldi á mér en Pétur Jóhann Sigfússon heimt að fara í þennan dagskráralið núna og hann heitir því flókna nafni Hvernig er veðrið og við mér segjum trailer fyrir þetta rögl. Tjekkum það svo þessu. Kíkjum til veðurs í FM 95 Blöð. Hvernig veðrið úti? Hvernig er veðrið úti? Já, ég veit ekki. Spáðið þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir var ekki með mjölkina norður og þessu? Já, það er nokkuð ljóst. Það er félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðrið í FM 95 Blöð. Já, það er dagsalegu hvernig veðrið og Pétur Jóhann Sigfússon ætti að vera á línunni. Pétur, ertu þarna? Halló. Sæll og blessaður. Blessaður, Auði Blöndal. Auði? Já, sættir. Jæja, hvernig ertu? Ég er góður og það er gamli góði dagskráraliðurinn. Hvernig er veðrið?
Já, það við hæfið að bjóða hlustendur nær og fjær, hvar sem þið eru á landinu og hvar sem þið eru í heiminum. Velkomin í dagskrárliðin Hvernig er veðrið? Ég er umsjónamaður dagskrárliðarins og heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Ég er þessum töluðu orðum staddur úti. Já, vonandi. Í höfuðborg Íslands. Já, Reykjavíkurborg. Já. Og það er skemmst að segja að veðrið er bara nokkuð gott. Okay. Já. Ég er að horfa sko núna upp í himinin. Já. Ég er að horfa hérna á eitt tré líka. Gaman að því. Og trén eru bara, þau hreyfast ekki mikið. Ok, þannig að það er ekki rók. Svo er fugl hérna, hann virðist á daginn. Svo er eitt fugl að máur hérna, hann er bara eiginlega alveg kjurr. Hvað hefur það með veðrið að gera, Pétur? Bara, hvernig er veðrið? Sko, ég er að tala um það Auðun Blöndal. Hann er fljúandi, skiluru, en eiginlega alveg kjurr í loftinu. Já, ok. Sem þýðir að það er örugglega ekkert mikill hundur, sko. Nei. Í dag má hérna gera ráð fyrir svona austan 8 til 15 metrum á sekundu hvassast syðst. En hægari vindur á norður og austurlandi. Rigning með köflum. Suðvestanlands og sunnanlands líka. Annars bara bjartviði. Hiti víða 12 til 20 stig. Hlýjast á norð- og vestanverðurlandin. Ég er að muna okkur hættum með þennan dagskrárlið, Pétur. Nú, ef við kíkjum svo á spanna fyrir morgundaginn. Miðvikudagur. Það er fyrir ekki við austlæg átt. Já. Eða breytileg átt. 3 til 10 metrar á sekundu. Rigning á köflum, suðaustan til og dálítil úrkoma norðarlands í fyrstu, annars skýjað en úrkomu lítið. Hiti yfirleitt á bilinu 10 til 16 stig. Viltu ekki koma inn aftur bara? Já, kæru hlustendur, nær og fjær. Þar hafið þið það, þetta er veðrið beint í æð undir berum himni á líðandi stundu. Pétur Jóhann Sigfússon, fyrir þig, kæru hlustandi, úti undir berum himni með veðrið beint í æð. Hvar annar staðar en á FM 957 í FM 95 blöð. Takk fyrir mig í bili. Við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir okkur. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo er það lagi á leiðinni heim og fleira. Ég lofa ykkur því, kæru hlustendur, við förum ekki aftur í hvernig veðrið. Ein búð, eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þarft að muna er Púkinn 101, Laugavegi 86. Welcome to the Google Intern Competition. Mix kynnir sumarsmellin í ár. I have an idea. The Internship. You take a photo. You put it out there on the line. Online? On the line. When you say on the line, you mean online? Yeah. Frumsýnd 12. júní. Where is the party? Með Carlsberg í Svíþjóð 31. ágúst. Skráðu þig til leiks á carlsberg.is og þú getur boðið 3 aðilum með þér í partí ársins í Svíþjóð. 31. ágúst með öllu inniföldu. Þetta kallar á Carlsberg. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Nú býst áskrifendum Stöðvar 2 að eiga frábæra stund með fjölskyldinu í skemmtigarðinum í Smáralind á sérstökum vildar kjörum. Áskrifundur geta keypt fjölskyldukort skemmtigarðsins á 50% afslætti. Fjölskyldukortið hljóður upp á 6.000 króna inneign í skemmtigarðin en vildar áskrifundur fá það á aðeins 3.000 krónur. Tilboðið gildir alla daga. Kynntuðu þetta og fleiri spennandi vildartilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 vild er snillt. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. Þetta er ekki akkurat það sem við gerum, Pétur. Play hard and work hard. Já, allavega þú, jú. Það er ágætis blanda. Með körfu. Work hard, play hard. Dagskrárliðurinn, hvernig er veðrið? Búinn að syngja sitt síðasta hér í FM 95 blöð. Já, í dag, já. Nei, ekki bara í dag. Hvað meinarðu? Hann verður ekki aftur, þessi liður. Veistu það? Þetta er nefnilega, það er þetta viðhorfuðum Blöndal sem á aldrei eftir að hjálpa þér. Og fyrir þetta hvað, varst að lesa þetta bara einhverju blaði eða? Hæ?
Lesa þetta úr blað? Já, fórstu út með blað og last bara hérna... Ég minna, þú veist, ertu ekki alltaf að lesa sturlaða staðreyndir af blaði, eða? Jó. Er það allt í hennu banna? Nei, þannig að þú varst með blað með þér hann úti? Ég minna, ég studdist við spá, já. En sko, ég skal bara segja hver hugsunum á baku þetta. Já, hver er það? Hún er mjög einföld, sko. Að veðurfréttir hafa hingað til og alla tíð hingað til. Alltaf verið inn undir þaki, inn í húsi. Þú horfir á veðurfréttir bara í sjónvarpinu heimaður. Það er fréttamaðurinn inn í stúdíóið, það er sama hvort í stöðinni eða hvað úr sjónvarstöðu eða útvarpsstöðu þú ert að hlusta á veðurfréttir. Menn eru alltaf inni. Það gerir þessar veðurfréttir meira cold-hearted facts. Meira. Hvað segir? Þá er þetta beint í æð. Ég er úti að fá veðrið beint í æðina mína. Þú varst að tala um eitthvað sko kjörran mávu og eitthvað? Það er akkurat það sem að bar við augun. En var kósi viður út eða? Já, opaslega kósi. Opaslega kósi, já, nú gott. Það er svona 13 til 15 stiga hiti með afslappað viður. Já, það er ekki þetta kvart undan því. Alveg yndislegt Auðun Blöndal. Já, gott að heyra. Ég er með gleðifréttir fyrir þig. Nú, það styttist hér í lagi á leiðinni heim og ég veit að þú verður ánægð með það, Pétur, ásamt hlustendum. Eins gott að það sé ekki eitthvað dauðarokk eins og það, nei ekki dauðarokk, út nú yfirleitt með eitthvað. Það er ekkert þannig. I heard the news. Þú verður mjög ánægð með það. The news today. Eitthvað svona. Ertu ekki að grína Creed? Nei, þú veist, út alltaf með eitthvað. Í gær var reyndar hérna Sweet Child of Mine með Guns N' Roses, það var rosalegt. Sweet Child of Mine með Guns N' Roses, þú ert búinn að vera með lagið það sem lagi á leiðinni heim 18 sinnum. Það verður aldrei verið áður. Það var í fyrsta sinn í gær. En okkur, hvaða gleðifréttir ertu með fyrir mig, Pétur? Ég er með gleðifréttir fyrir þig vegna þess að þú ert með skalla. Já, og hvaða gleðifréttir? Ég var að reka augun hér ég fór á Vísindavefinn. Já. Og þar eru verið að spyrja, verða konur aldrei sköllóttar? Já, á Vísindavefnum? Já, þetta eru Vísindavefurinn. Hefur það fram yfir aðrar svona veitur. Þetta er vísindalega sannað, skilur. Það er vísindamenn búin að skoða þetta mál í kjölinn. Ok. Og hvað okkur er það jákvæmt fyrir mig? Að því að þá, þú veist, að því þú ert með skalla og þetta eykur sem sagt, sko, algengasta orsök hártaps bitnar á báðum kynjum. Nú, ok. En er þó reyndar mun algengari hjá körlum. Já. Ástæða hártaps er arfgeng og mörg gen eiga hér hlutaða máli, alltaf helmingur hvítra karlmanna yfir 50, sem þú ert nú ekki. Þú ert reyndar hvítur en þú ert ekki yfir 50. Æ. En helmingur hvítra karlmanna yfir 50 verða fyrir hármissi. Já, ok. Og þetta hefur með karlhormónið testósterón að gera. Það umbreytist. Hvað segirðu? Það var eitthvað sem sagði með það einhvern mann, það var ómikið testósterón. Nei, ekki ómikið. Karlhormónið testósterón umbreytist í efnið dihydrotestosterón sem bindur sig við viðtaka á hárfrumum og styttir þannig vaxtíma. En ég skil ekki alveg hérna, þú sagðir að þú væri með góða fréttir fyrir mig. Já, þetta eru góða fréttir að þýlendum til að þú ert ekki einn að núti. Vá, takk fyrir þessar æðislega fréttir hér. Ég veit ekki hvort var lélegra, Vísindahornið eða klukkaðinn. Heyrðu, hvað sagðirðu? Ég veit ekki hvort er betra, hvort er verra. Vísindahornið eða veðurhornið? Þetta er vísindahornið. Það verður aldrei aftur. Jú! Vá, hvað það er mikið snilld. Það er með góða fréttir. Komið sæl og velkomin í Vísindahorn hér í FM 95 Blöð. Hann var nú alltaf með tilraunir, hann Sveppi, í strákanum. Ég ætla að vera með Vísindahorn. Ég ætla að byrja aftur. Nei, þetta er komið. Hvað meina þú? Slaka aðeins á maður, ég er enga stutt aðeins maður. Þú ert ekki að fara að lesa aftur það sama. Sjúkdómar og laxinfræði. Ok, fyrir mig það. Já, þetta var frábært. Við fáum lægi á leina heim. Written in the stars. Sá hann tvitta líka mynda sér í bláa lónunu þar sem hann var með eitthvað heilsudrykk og hafði það kósi. Skemmt þessi fyrst konunglega hér á landi. Já, tæni í teppa. Ég held að segja eðal náðingi bara. Já, það getur verið við... Þekkir mann svo sem ekkert. Nei. Það styttist hér í lægi á leiðinni heim, það er hérna næst og ég er búinn að velja geggja lag sem að ég veit að, já, bæði ég, Pétur Jóhann og flestir hlustendur okkar verða gríðalega ánægð með. Ég lofa að þú er ánægð með lagið, Pétur. Er það? Já. Lofar? Ég lofa. Hvað, ertu til í að setja pening á það? Já.
10 skall? Ég er nú ekki vanur að veðja, en ég skal veðja við þig. Ég get alltaf sagt bara, mér finnst ömurlegt lag, þá fæ ég 10 skall. Já, ég veit þið finnst það flott. Þú veist það? Já, þú mátt ekki ljúga við veðmáli. Þú mátt ekki ljúga. Lífið er alltaf eintóm líf. Hvernig kvöldið að Peter J? Það fættist nýr dagskrárliður hérna. Nei. Vísindahotnið. Já, bara glemdu því. Nei, ég ætla aldrei að glemma því. Aldrei. Það verður æðislegt. Ég get það lofa þér, þú verður búin að gleyma þér næsta miðvikudag, það er að góða. Nei, veistu hvað verður í Vísindahotnið næstu viku? Já, það verður ekki Vísindahotn. Það verður víst. Og veistu hvað verður? Hvað? Af hverju hlæjum við? Já, frábært. Hvað meinarðu? Hlustendur, já, þeim baka til. Það er bara stór lesning, þetta er bara vísi, þetta er fræðsla. Í útvarp. Never been done before. Já, það verður frábært. En hvernig kvöldið þér? Þá ert það í rauninu að skemmta þér og fræðast allt á sama tíma. Og allt í blandi gæða músikir í FM 95 blöð. Sætliti. Æðislegt. Herðu, Auðun, hver á spurningin? Hvað ætlar að gera í kvöld? Það er stundum eins og að vera með hund að vera með þér. Hérna, í kvöld ætla ég náttúrulega að flengja apan eins og Maggi. Hættu þessu. Herðu, nei, ég á ekki apa. Þannig að ég er nú ekkert að fara að flengja. Þú mátt ekki eiga apa í Íslandi. Ég er ekkert að fara að flengja neitt apa. En hérna, það er þriðjudagskvöld. Já. Sástu lokað þátt Game of Thrones í gær? Já, ég var fyrir pínu vonbrigði með hann ef ég var að reynskeiðin. Ég vilja fá svona einhvern aðeins meiri krassandi endir, sko. Já, ég líka. Bara næst síðasti þáttur var eiginlega betri. Já, það var loksins að það gerðist eitthvað í honum, sko. Það var alveg rosalega. Krassandi, já, ég var bara í sjokki og við megum ekki tala á okkur, það er einhverjað nútið sem hafi ekki síðan. Hvað? Þar síðasta þá? Já. Hvað mennur? Það er bara þeirra skittar. Já. Þeir bara að vera Þú varst ekki nú ánægð með síðasta þáttin í gerð. Já, svona eflaustum er við. Gerðist þú að lítið í honum? Já. Það er verið að undirbyggja eitthvað gríðarlegt. En ertu að horfa á Pepsi-mörkin og íslenska fótboltan? Ertu eitthvað í því? Já, reyndar. Ég horfði stundum á það. Hvað er þitt lið á Íslandi? Ég held sko... Ég verð að segja Stjarnan, sko. Stjarnan? Ég verð að segja. Þú ert náttúrulega úr Garðabænum. Já, alinn upp í Garðabæ. Þú veist, ég bý í Hafnarfirði. Þannig að ég ber alveg taugar til beggja liða í rauninni, sko. Dóttir mín að spila með FH og bara... Nei, sorry maður, hún er með Haugunum. En FH er náttúrulega bara í Hafnarfirði, ég var voða erfitt með að... Er dóttin í fótbolta? Já. Er hún góð? Já, hún er fjandi góð maður. Hún hefur fengið það frá mömmu sinni. Já. Það er nokkuð ljóst. Rikki G mættir í hús. Hann er kominn. Hlustendur hafa verið bænheyrðir hér í beinni útsendingu. Ríkharður Guðmundsson er að taka við af okkur Peter J. Hinn out in the blue. Ríkharður Guðmundsson. Er hann ekki Guðmunds? Nei. Nú er hann... Ertu Gustafsson? Já, Ríkharður Gustafsson. Er ekki Gustafs? En þú ert ekki enn búin að segja mig hvað það er að gera í kvöld. Það er fyrir mig lægi hérna á kveðjum. I'm gonna spank the monkey. Okay, nei, veistu hvað ég ætla að gera? Að segja hvað ég ætla að gera? Já, þess vegna spurði ég. Já. Veistu hvað? Já. Maður farið stundum með mér líður stundum eins og ég sé að passa barnaður. Ertu með hausverk? Fyrstu hausverk? Já, ég fæ stundum hausverk hérna í lokin. Út af því út með mér? Nei, hvað er það ekkert mál? Við skulum bara fara í lagi á leiðinni. Hvað ætlar að gera? Í kvöld ætla ég bara að slaka á. Í rólegheitunum. Ok. Glæsilegt. Maga majónes og gömlu. Það er eitthvað aðeins, Pétur. Nei, ég ætla að slaka á, horfa á sjónvarpið, fara að stemma að sofa og vakna glaður á morgun og takast glaður á við nýjan dag. Frábært, þetta er geggjut efskara hér og Óskar er allsins besta. Kannski ætla ég bara að hlusta á Ríkard Guðmunds. Ríkard Guðmunds, það er komið að lokum hér hjá okkur. Þetta er bróðir Ívar Guðmunds á bylgjunni. Takk fyrir það fyrir daginn. Þið eru nákvæmlega. Og það var gaman að vera með þér. Takk fyrir að stökkva hér til og taka þriðjudaginn með mér. Nei, það er mér að kenna. Sveppi Krull verður mættur hér á morgun og við tekum vektina, þannig endilega tekja á því. Takk fyrir hlustunina í dag. Pétur Jóhann, ég rúllaður upp í brandrakeppnina en ég fekk að velja lagi á leiðinni heim. Hvað rúllaði mér? Það fóð 4-1 og lagið... Heyrður brandarann? Heyrður ekki brandarann? Já, mjög góður sko. Það er brandarann sem vann brandrakeppnina í dag. Hvað, ætlar að taka rýran á brandarann? Já. Ok, gerðu það. Já, svo hendi ég laginu á leiðinni heim. Það er hérna á Rekkjusvín sem er svona í skólanum, í fjölbrautaskólanum, svona ógeðslega leðilegt Rekkjusvín, alltaf stríða öllum krökkunum og svo var eitt svona tjöppi strákur. Þéttvaxinn? Já, svona þéttvaxinn og hérna Rekkjusvíni segir svona við þéttvaxinn strákinn: Hey, tjöppi, ákveð svona feitur. Og hann sagði tjöppi: Að því alltaf þegar ég segi hjá mömmun og gefur hún með köku.
Kaptein Morgan mótið í fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaptein Morgan á miðvikudögum í allt sumar. Ólafur Stefánsson mesti afreksmaður í handbolta sem Íslendingar hafa eignast. 16. júní kveður hann landsliðið og við segjum öll Takk Óli. Farðu á takkoli.is og sendu Óla kveðju með texta, með Twitter eða Instagram eða einfallega með því að segja Takk Óli. Arion banki. Vilt þú komast í partí ársins með Axwell úr Swedish House Mafia 31. ágúst næstkomandi? Taktu þátt í Where is the Party leiknum á Carlsberg.is og þú komin í pottinn. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst á 5. klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Hvaða dýr vildi Ragnhildur Steinun helst vera? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst á föstudag. Stöð 2 í Leiftrandi Háskirkju. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Sendu þína sögu á segjumsögur.is og þú getur unnið Samsung Galaxy S4. Verð í sterkara sambandi. Síminn. Paramount og Coke Zero kynna Pain and Gain, a better place. Sannsöguleg mynd sem fjallar eitt ótrúlegasta mannrán mannkynssögunar. Mark Wahlberg og Dwayne The Rock Johnson hafa aldrei verið betri. Pain and Gain, frumsýnd 12. júní. Get him! Stöð 2 kynir nýja þjónustu fyrir áskrifendur úr smiðju OS. Stöð 2 hvar sem Náðu í appið á stöð2.is og byrjaðu að njóta. Sjónvarp framtíðarinnar á Stöð 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin.